Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum áfram í maraþoninu. Við byrjuðum það var Björn Þorláksson og Oddný Eir sem byrjuðu klukkan 7 í morgun og nú hvað er klukkan orðin? Hún er orðin korter yfir 3. Það þýðir að við erum búin að vera hér í 8 tíma og 15 mínútur. Ég held að við séum komið svona fram yfir það sem að kosningasjónvarp hefur verið á RÚV. Þannig að líklega erum við að slá met í beinni útsendingu á sjónmálaþætti. Hann er hjá mér, við getum kallaði herra sjónvarp, Ingvi Hrafn Jónsson. Fyrrverandi fréttastjóri á Ríkisútvarpinu, Stöð 2, INN. Matthildi. Útvarp Matthildi, glemdi ekki Matthildi. Já. Herðu, það er einu, varst þú ekki í útsendingunni á Höfða? Ég stýrði hún horfunni á Höfða. Hvað heldur það hafi verið langt? Ég var held ég í loftinu einhverja 30 klukkustundur eitthvað, 30-40 klukkustíma. Já, ekki í beinni útsendingu, allan tíma. Nei, en útsendingin út hjá okkur af fundinum og svo náttúrulega var þessi maraþon þegar þessi fundi átt að vera lokið og þeir ætluðu ekkert að hittast meira þarna kvöldið 11. október, þetta var 10-12. Nefnum það að þeir eru komnir það langt í viðræðum að þeir ákveða að hittast aftur í Höfða, háti eða undir háti að því að mann rétt laugardegi eða ekki? Á laugardegi, já, eða 12, ég man ekki hvað 12 var. Helgi, þetta var allavega helgi. Já, mér minnir þessi laugardagur. Ég mann hvar ég var að horfa á þetta, sko. Já, og þá, sem sagt, dregst þetta, þá byrjar þessi maraþon útsending og húnnin og allur pakkin, sko, sem endar á því einhvern tímann að þeir bara, ég man ekki, einhvern tímann bara mitt kvöld sem þegar loksins þeir koma út og Reagan segir þessa makalausu setningu, svarar þegar Kormáksson segir, ég veit ekki hvað ég gat gert. Þú gast sagt já. En hann gerði það ekki. Samt var í raun og veru að, ég veit ekki hvort þú manst eftir konu sem heit Peggy Noonan. Hún var ræðuritari Reagan og var með í flugvélinni. Og hún segir frá því í bókinni sinni að þau eru yfir Grænlandi á leiðinni heim í Air Force One þegar einhver rís upp við dogg í vélinni og segir þetta er vitleysa. Þetta var ekkert misheppnað. Við náðum gríðarlegum árangri sem að rauninni kemur síðan í ljós og endar á því að Berlínarmúrinn fellur og það sjónarmið uppi að sko Reykjavíkurfundurinn hafi verið gríðarlega mikilvægur en að sumu leyti þá hefur hann ekki verið svona sögulegur eins og þegar þú varst að horfa á húnin þá dreymdi náttúrulega að þau myndu að opna, heilsast og gera eitthvað stórkostlegt samkomulag. Vegna þess að þessi auka fundur, framlenging og fundur búin að standa einhver 8-9 klukkutíma. Menn hugsa, þeir hljóta bara að vera semja, þú veist, yfirlýsingar, loka yfirlýsinguna. En ég man það að ég fekk síðan við vorum með TASS, ég var með TASS sjónvarpsstöðina í kjallaranum hjá mér í sjónvarpsstöðinu og þeir voru þar Birgir á vodka og öðru sem þurfti til að halda útsendingum og þeir voru miklu vinnur en ég fekk að leggja spurningu fyrir Kormáksson á fundinum í Háskólabíó þegar hann og Shevardnadze utanríkisráðherra eru þar sitja fyrir svörum og ég man nú ekki nákvæmlega hvað ég spurði honum og fekk eitthvað svona en það var, ég held að Jónas vinnur okkar Kristjánsson hann slær held ég á forsíðu daginn eftir á tíma að þessi fundur hafi verið resounding success hafi tekið og það gerðist gríðarlega mikið þó að
þetta stjörnustrýsævintýri eða teikniborði sem að Reagan var með á teikniborðinu og ætlaði að búa til sem sagt sem átti að vera þessi varnarhvelfingur yfir öllum Bandaríkjunum. Ekkert svo ólíkt sem að Trump er að fara sem að bara gerist í Ísrael. Iron Dome. Iron Dome heitir það í Ísrael. Golden Dome á að heita hjá Trump. Það er alltaf gull í honum. Þetta var mjög skemmtilegt og hérna. En þú sast svolítið í útsetningunni og þurftur að mala. Ég þurfti að tala mikið. Undir myndahurðunni. Já, og það var viss engin neitt. Ég hringdi í Denna, ég hringdi í hérna, allar ráðherranir byrju, komið þið hérna, tölum eitthvað. Vildu fá á til minni lægu? Nei, Yngvi, það er allir sammála að segja ekki neitt. Ég hef aldrei vitað það í svona stórum atburði. Og sko, áður en ég tók við fréttastjóraembættinu að þá fékk ég að fara Markus Örn Andorsson útvarpsstjóri, ég fékk að fara til BBC og vera þar í nokkra daga. Ég fékk að síðan fór til New York og var hjá ABC, NBC og CBS hérna stöðvarum og fór til Washington líka og síðan þeim svo til PBS og ég var bara að safna hugmyndum þetta. Og hérna og Peter Jennings heitinn sem var þá fréttastjóri hjá ABC-stjórnar. Íslandsvinur kom inn það. Já, mjög mikið. Hann sagði við mig prívat persónulega að þetta var að sennilega mundi einhvern veginn sagan aldrei kveða upp úr að Reykjavík hafi verið örlagavaldur en hann sagði aldrei efast það að það urðu gríðarleg tímamót í samskiptum austurs og vesturs á þessum fundi mitt á milli þessara tveggja þjóða og þegar þeir skildu að skiptum Reagan og Gorbachev að þá var víðsfjarri því að þeir skildu sem einhverjir andstæðingar eða annað. Þeir voru búin að ná sama, þeir voru búin að sitja þarna, maður ekki hvað, endaði einhverju 14-15 klukkustunda maraþonfundum og hann sagði að það var mjög hlýtt á milli þeirra og þessi þýða sem varð milli austurs og vesturs, hún verður af alvöru þó þetta hafi ekki verið fyrsti fundur þeir hittust náttúrulega í Sviss var það ekki? En þá þeir vildu halda þið fram að þetta er engin spurning. Þessi ár þarna, hvað ég að segja, svona miður 9. áratugurinn og kannski svona fram að aldamótum, þetta ekki eiginlega svona blómatími sjónvarpsfréttanna á Íslandi? Þú talar að þú hefði farið og skoða hvernig það var gert í að svolítið stórum sjónvarpsstöðum út í heimi. Já, ég meina þetta er náttúrulega risar við hliðina á RÚV. Ég er náttúrulega þar sem ég gerði bara í raun og veru svona til einfalda að ég fór byltingi sem ég gerði, hún fórst í því að við fórum fréttamennirnir sjálfur, fréttamennirnir mínir að segja fréttir en ekki lesa þær. Þeir Mæki Bjarnfræðs og Sonja og þau öll sem voru lásu fréttir og gerðu það mjög vel. Þau lásu fréttir bara, þau fengu hérna handritin og svo bara var hérna og ekki litið upp. Og svona að byltingin sem ég hef gert var bara svo að við fórum að segja fólki fréttirnar beint og millilega laust. En horfðu ekki bara í prompter? Lásuðu ekki bara? Svo fekk ég teleprompter sko og hérna ég man ekki hálfu ári eða ég sagði við Markus fyrsta sem ég vil fá fyrsta græjan sem að þið kaupið handa mér er teleprompter. Til þess að bara þannig að við lesfréttirnar horfist í augu við áhorfandann. Já, bara, þú veist að, eins og ég bara sita á móti þér og við bara tölum saman, þú veist, og það var þannig. Sem er náttúrulega allt annað, ég held að fólk viti það alveg að það er miklu auðveldar að hlusta á fólk sem er að tala heldur en fólk sem er að lesa. Þú þarf til að vera frábær lesari til þess að maður haldi sömu athygli eins og þegar fólk er bara að mæla fram. Já, það er sko, í raun og veru, Gunnar, er allt eins
núna í sjónvarpsstöðvunum svo bar sem það sem ég sett í gang já, 19, nema bara það að nú tæknin orðið þannig að þú getur verið með bara með síman og bara live, þú veist, hvað sem er á landinu. Mér finnst það ekki mikið notað hér. Þú sér að unga fólki, sérstaklega á Stöð 2 eða í Sýn sem heitir núna, þau eru bara hérna út í bæ, hérna, það er kannski 60% af fréttatímanum eru krakkar út í bæ að segja þær fréttir. Þannig að Þulurinn sem situr í stúdíu, hann er bara með svona teleprompter, inganga og annars slíkt og segir frá því en þannig að þetta er semst bara þetta að segja fréttir en ekki lesa þær. En RÚV gerir þetta síður? Ja, þeir eru heilmikið með þetta líka. En ef maður horfir á svona þessar eins og CNN og Fox og þetta dót í Bandaríkjunum, þá eru þeir eiginlega með næstu öll viðtölin bara í gegnum svona Zoom eða fólk er bara hér og þar. Engin í stúdíu hjá þeim, bara einstaka sinnum. Algjörlega, það þarf ég svona sko fyrir tæknimennina, þeir þurfa bara að vera sko eins og píanóleikarar. Bókstaflega, þú ert að taka einhvern sem er í Kaliforníu og annar sem er í Tel Aviv eða í Líbanon eða Teheran, hvað sem er og þú ert og setja þetta allt saman, þetta gerir þetta allt live. Ég meina, sást eldflögarnar þegar þeir voru þegar mest gekk á, þá var ég bara með stilt á CNN eða Fox og bara eftir hvoru þeir var með flottari mynd af inn í miðri Tel Aviv til að sýna eldflögarnar þegar þetta var magna sjónarspil. Við erum með í marathoni núna því við erum að setja áskriftu fyrir samstöðuna. Okkur datt í hug að taka svona smá kafla núna í dagskránni að tala við svona eiginlega horfnar litlar sjónvarpsstöðvar og þú er með húu INN. Og hvað varstu með hana lengi? Það var ekki þetta, mörg ár eða ekki? Ég held að vera einhver 8 ár, 7 eða 8 ár. Ég átti hann ekki, svo átti Bingi, Björn Ingi Hrafnsson og hans fjölmiðla veldi innan gæsalappa. Það var nú frétt bara í vikunni að það var 1,2 milljarðar sem hefði tapast í þeim gjaldþrotum. Eitthvað svoleiðis og hérna hann átti þetta allavega síðan og þá var Kalli Garðarsson eiginlega sem var nú fréttamaður hjá mér upp á Stöð 2. Fréttastjóri eftir þeir eða ekki? Hann var ekkert fréttastjóri? Sennilega. Elín Hist tók við að mér svo að Kalli kom eitthvað seinna. Og hérna þá var hann innan gæsalega bara sjónvarpsstjóri eða framkvæmdastjóri fyrir, ég man ekki hvað þetta hét, svo dó það drottni sínum sko, og þá dó ég innan í liðinni. Og því að en þú ert alltaf hugsaðu ekki út að þú ert eiginlega örlega valdur því að ég fer að stofna sjónvarpsstöð þegar þú ert að NFS-ast fyrir einhverja milljarða mæringa þegar peningar í heiminum voru á floti og menn sem kunnu til þeir gátu sett út hendurnar og sótt milljarða. Og það bara þótti ekki tiltökumál og ég meina þá fekk einhverjum svona brjálæðislegu hugmynd að það var þetta að setja upp CNN á Íslandi. Það var ekki NFS. Nei, það er nefnilega NFS byrjaði held ég í 15. nóvember. Ég var farinn sko áramótin. Okay. Já, og ég fór og að því að ég var eiginlega bara að leita einhverju lausn á því hvernig var þetta að ganga frá svona sjónvarpsafgreiðslu á svona current affairs, fréttum og fréttatildaunni, eins og allir er að gera núna. Þú sér að MBL eru með spursmál og dagmál og vísir þeim í vílínan og þetta út allt. Ég var að leita því, en málið er að þegar maður fór sko upp á Stöð 2, að það var bara allt annað kúltúr. Það voru menn sem vildu hafa sjónvarpsfréttirnar svona sko stórar og miklar. Og verið svona stórt púlt, sannlega segi yður í fréttum að þetta helst. Þannig að þú veist, ég veit kannski ef ég hefði verið hana lengur þá hefði mér tekist að sveigja þetta. En það voru þeir sem að sögðu þetta að vera eins og CNN, að það þurfti alltaf að vera svo mikið í fréttum. Ég sá alltaf fyrir mig að þetta geti bara verið svipað hér eða eins og INN hjá þér eða þetta væri þar, að því ég var eiginlega að leita svona sjónvarpsstöð fyrir Vísi. Að því ég sagði kvöldfréttir Stöðvar 2, þær mun ekki vera til eftir sko 10 ár.
Það eru til ennþá. Já, ég veit það. Það er alltaf eftir sér. Já, en sko, þú fær mig á útvarpssögu yfir á NFS og þá byrja ég með heimastjórnina, Hrafnaþing. Hrafnaþing og kallaði það heimastjórnin, svona grín, þú veist, kallaði líka bláu höndina, þú veist, og þetta voru bara solid íhaldsmenn sem voru jómur, þó var einhver öfgar, þá voru við XD-arar alveg, eins og þið eruð sósar alveg inn að hjartarótum. Og nú eins og ég sé, ég man ekki, lifði NFS í hálft ár eða ár? Nei, eitthvað rúmt ár heldur. Eitthvað svolítið. Ég var náttúrulega farinn, sko. Já, en allavega það Simmi kallaði mig á fund og segir mér að þetta sé. Standi til. Þá var andarsliturinn að byrja, sko. Að þá fór ég að velta, ég hefði grætt eitthvað penningum á að selja laxveiðileyfi í Langá, ég var með hann á leigu og ég var ekki tilbúinn, þú veist, að ég var rétt 70, ég var ekki tilbúinn að fara neitt að hætta, þú veist. Og fekk það svo brjálæðislegu hund. Býttu, þú ert að vísa til eitthvað sem var að gera sko 2006 eða eitthvað, þú rétt 70, hvað er gamall í dag? Ég er 83 núna, sko. Þannig ég er 13, er ekki, 12, eitthvað svona, því ég er... Og þá ákveður að stofna INN? Ákveður að stofna INN. Ísland nýjasta nýtt. INN til að ríma við CNN. Það var ekkert flóknar þetta. Og fekk frænda minn, Guðmund Jón Ottosson, til að hanna þetta logo hérna. Íslenskt, þetta alltaf vera íslenskt. Þú varst nú með íslenska fánun á bakvið þig í Hrafnaþingi. Það er svona borða með fánalitunum. Við vorum með, við vorum með, bara hjá mér á Hrafnaþingi, það var svona blátt, eldfjöll og þú veist, og hestar og hrafnar og allur pakkin. Sem var, hann hafði það í einhverju grafískri stöð, ég man ekki hvað það var. En svo, Ólafur Ingi Jónsson, vinur minn sem var einn af eigendum íslensku auglýsingarstofunnar. Við vorum golffélagar úr borgarnir sem hana. Ég fekk hann til að koma í heimsókn þegar ég var bara að leigja mér húsnæði vestur á Fiskislóð, 14. Og til að spyrja hann byrju hvernig ná ég að selja þetta, þú veist, og ætlaði að fá góður á þá og hann sagði einhvern veginn, ekki gera þetta. Ég sagði, ég ætla að gera þetta. Hvernig næ ég í einhverja, ég þarf ekkert mig, ég þarf 1 eða 2 milljónir á mánuði af kökunni ykkar. Þetta er milljarðar á milljarðar ofan. Ekki gera það, ekki. Það er alveg sama og þá fleiri vinir mínir, auglýsingarbransanum, ég leitaði svona, ekki gera þetta. Það var alveg sama. Það var eitt sem er vitlausara, það er að stofna flugfélag. Það var mat allra, en þú gerðir þetta samt. Ég gerði þetta samt. Heyrðu, svo þegar að bæta gráan og svart, þá bjóði ég niður á Flórida 4 mánuði ári. Og fyrsta ári sem ég var með þetta, þá var ég að stjórna Hrafnaþingi í gegnum netið. Þá var bara sjónvarpsskjár í stúdíó og svo sátu viðmælendur minni þar og horfðu á skjána og töluðu með fyrstu árin. Það var svo leiðilegt netsamband þar sem ég var niður á Key Largo á Flórida sem er sko langt út í Ballarhafi í raun og veru. 10 kilometra frá meginlandinu. Er það sem langa brúin er þarna? Já, 100 mílum fyrir, eða 60 mílum fyrir sunnan Miami, sko, það sem er. Það var svona, ég sá svona í þoku. Það var nú eitthvað að hlegja að þessu svolítið. En svo, alveg ótrúlega, ég grófi mig og sagt, ég var að spyrja með þetta niður frá hvort það var eitthvað, menn kynni einhver ráð til að bæta netsamband. Það var bara, þú veist, það var þetta, hvort það var, þú veist, 2 eitthvað net, skilurðu, að þá með bent á Indjána. Og ekki hlæja því, bara Indjáni með sko sítt hár og gat komið bara beint út í kvarter og bíómynd.
og ég segi honum, vanda minn, honum fannst ekkert mál í Ísland. Hann kýftist ekki einu við. Ég tók upp $200 sela og rétt honum og sagði, getur búið til betri mynd. Og hann settist niður maður og þú veist, og með einhverjum, ég svarið það að hann fór með einhver svona indjána, og hvað, í hverju hef ég lent hérna. Nema það, viti menn. Verði ljós og það var ljós. Og allt í raun bara birtist ég, bara allskapaður á skjánum heima á Íslandi og málið afgreitt. Þannig ég hélt þetta út í einhver 5 ár hér. Og varst á Flórída stundum, var ekki stundum bara 12 á borðinu? Ég bjóð þar í 4 mánuði. Var ekki stundum bara 12 á borðinu og þau voru að tala við þig í... Ég að segja það, það var bara tölvuskjár. Ekki svona tölvuskjár á veggnum? Nei, bara hérna, bara eins og þú varst núna að sitja með tölvuskjá. Það var þannig. Þannig að þetta gekk bara prýðilega, sko. Þetta kemur út úr, þannig að þú ferð frá Útvarpi Sögu yfir á NFS. Saga var líka tilraun til þess að vera með svona tolkur. Já, Jón Axel Ólafsson, vinnur okkar, hann var arkitektinn að því. Hann átti eftir að draum að búa til talútvarp sem það væri verið að tala current affairs og fékk mig og Halla Tost og Sigur G. Tómasson og Öddu. Arnþrúður Karlsdóttir. Já, Arnþrúður Karlsdóttir. Þú ert Sjálfstæðisflokkurinn, hún er Framsókn. Já, í raun og veru. Og ég meina... Halli er þá Samfylkingin og... Já, Hallgrímur var það, þannig menn voru ekki stórir. Og Bubbi kominn í þessu Sigur G. Tómasson. Þannig að við vorum, held ég, í einhver 2 ár í þessu og bara pjandi gaman, þú veist, að gera þetta og þreif okkur áfram og hvernig þetta er verið og... Voruð þið hvert með sinn þáttin? Já, ekki sama, það er ekki fyrir síðan að það á að loka Útvarpi Sögu. Bara máli búið og þessi tilraun, hún hefur búin að gáka sitt æviskeið og þá var ég var með skrifstofu og rak með business, ráðgjafa á fjölmiðla business á 13. hæðinni í Húsi Verslunar. Þannig að þá fæ ég þá hugmynd, við bara, ég gat fengið leikt herbyggju niður á mér og ég sagði við, nú bara flytjum við út á Sögu hingað og fáum leyfi til að gera þetta og kaupum fréttirnar af bylgjunni. Já, ég man það. Sigurður G. Guðjónsson, ég undirbýði þetta mjög vel. Ég bara klára málið, setjum stúdíó og allt á 13. hæðinni. Svo fer ég og bið Sigga í bíltúr. Ísbíltúr eins og kölluð það. Krummi gerði það, bauð Pétur Heitni Guðfinnssyni, hrakvartar sjónvarpsins, hann bauð honum í ísbíltúra sem það þurfti að fá einhver mál í gegn og svoleiðis. Þannig að ég... Það er erfitt að rífast við mann inn í bíl, sko. Já, ég meina, sérstaklega þegar þú ert að borða ís í leiðinni, það er búið að kaupa ís handaðir, skilur. Nema það að ég fer með... Við förum þarna og Sigurður, ég segi, ekki spyrja með neinu, ég ætla bara að sýna þér þetta. Ég sagði, þú verður mjög glaður. Svo ég labbaði með inn í stúdíó, tilbúið stúdíó, og kynni fyrir honum hugmyndina og að fá að kaupa fréttir. Þannig að við værum svona, þú veist, ekki slíta á nafnastringin. Við værum með bylgjufréttirnar. Hann var svo elskulegur að leyfa okkur þetta. Og svo vorum við í þessu... Þessi verið fegin að vera laus við bara út af Sögu? Ég held það, hann var bara, hann allavega, hann var það bara víðsýnn að hafa sagt, þú veist, þetta er bara gott fólk sem þetta er bara hugmynd. Og ég held að allir aðrir hefðu sagt, FU, og sagt bara,
þessu verður, og bara slökkt, hringt og lagur, slökk við á sögu, þú veist, og ekki neitt. En hann lifði þetta. Við vorum eitthvað ræðið þetta í morgun, svona... Er Adda búin að vera hjá þér? Nei, hún er fyrir norðan, ég ætla að reyna að fá hana. Já, ok. Og vorum við að ræða svona að því að þarna tokkreiti og svona töluverðu flugi í Bandaríkjunum, ekki alveg komið inn í sjónvarp og svona, og það sem að tilraunir sem var gerð upp í Norðurljósum var að búa til hann að væri svona jafnvægi með að hafa fjórflokkinn bara mættan. Og ég var eitthvað að segja það, kannski var það ekkert svo góð hugmynda því að kannski er það betra fyrir svona stöðvar að vera með svona tiltölulega svona ákveðin svona flör fyrir hvað hann stendur eins og INN hérna og kannski Samstöðin að þetta ekki svona reyna að vera þó að hérna kemur fólk alls staðar að og með alls konar skoðanir að þá kannski ekki gefið að sko stöðinni sjálfa færast eitthvað rosalega mikið til. Heldur að það hefði verið snjallara bara leyfi svo að vera bara hægri stöð eða vinstri stöð eða Ég veit ekki, Út af Saga svolítið, við myndur ekki segja að hún væri bara mjög hægri sinni stöð í dag. Saga? Ég bara viðurkenni, ég bara hlustaði á sögu sko, lengi. Er ekki Pétur Gunnlaugsson og Arnþrúður eru svona hryggstykkið í, það ekki? Já. Sennilega, þú veist, ég meina, þó Adda hafi einhvern tímann verið tengd við Framsóknarflokkinn, hún er bara eins og þú kapitalisti, ég meina, þú veist, bara kapitalisti náttúrulega, þú veist, og nema kapitalismin hann kemur núna fram í sósíalistaflokknum, ég meina, þú veist búin að eins og viðtalið þetta Vísi í gær sem að Jakob Linnar Bjarnason tók við, sem að ég var örmagnaður. Ég held að Jakob hefði verið að reyna að slá eitthvað met í lengd, sko. Það hlýtur að vera. Það er náttúrulega búin að vera að vinna hjá þér, að vinna með þér. Hann hefur verið hérna mjög skemmtilegt að hefur Jakobinni hjá þér eða? Nei, við bara þekkjum. Hann er mjög skemmtilegur á vinnustað. Já, mjög skemmtilegur. Hann er svo góður í hópnum. Ég bara þekki hann svona úr bransanum. Svo lifandi áhuga á blaðamennsku og svona svolítið svona gamaldags máta á texta. Hann á sinn eigin stíl. Ég segi stundum að stíllinn hans er svolítið stíllinn sem að Matthías heitinn Jóhannesson, minn mentor, hérna í blaðamennsku var með og gaf út frægar viðtalsbækur, hérna margar og hann þótti taka innan gæsalappa djörfustu og framsæknustu viðtal sennilega, myndum að kalla það sko. Jakob veit að hann hefur þetta. Þú ólst upp á Mogganum, ekki? Já, 13 ár. Matti myndi segja að þú værir moggaegg, eða ekki? Sagði hann ekki við alla? Ég stýri hérna hálfsmánaðarlega hittingi hjá nokkru moggaeggjum sko, við erum 10 sem er hittust og borðum belgíska vöflur eða smörlarbrauð og tölum saman. Honum fannst það skipta máli að geta eitthvað af sér. Það sagði líka þá sem voru stofnuðu Helgapóstinn. Þetta var eins og að hérna, við líkti við að vera í doktorsnámi í blaðamennsku. Við sátum sko á hverjum degi 2 tíma fyrirlesturum. Þú veist, sem byrjuðu klukkan 1 og voru búin stundum að ganga 4 sko. Menn voru alveg arfa brjálaðir áttu eftir að, þú veist, að vinna hérna, fréttir morgundagsins. Og hver var með fyrirlesturum? Hver var með fyrirlesturinn? Matthías Jóhannesson. Þetta var verkefni á fundurinn. Stóð í 1,5 til 2 klukkutíma. Og það var bara hérna, farið yfir og þú sko á kafi reik. Það reyktu kannski að ef það voru 20 í herbyggjunum, það er 15 hafi reykt. Það var þeim tíma. 1966 til 1979. En þetta voru velmektar ár Morgunblaðsins. Þessi ár og kannski svona fram eftir alveg til 10. áratugsins. Ótrúlegt veldi í Morgunblaðið. 50.000 eintök. Annað hvert hús. 50.000 eintök, getur ímyndað. Þú ert að bretta 50.000 eintök af ókeypis-blaði eða 60. Það var 80 pluss. En þá var mogginn sko, ég fór í annað hvort hús,
Þeir drápu innan gæsalappa bara gamla mokkan, sko. Já. En þá fann maður það, sko, að mokkinn, hann hélt ekki svona ákveðnum tegundum af auglýsingum. Því að þá var til dæmis Bónus, Rúmfattalægurinn, BT-tölvur. Þetta svona fyrirtæki sem að reyna að ná til helmingsins sem að hefur minna umleikis. Og þá nær mokkinn ekki þangað, sko. Þú ert náttúrulega með Jón Ásgeir á bakvið að hluta til í þess. Þeir voru að fara í þetta ævintýri. Já, þeir voru reyndar komnir inn í Fréttablaðið allt saman áður. Áður en... Já. En menn voru svona með hugmyndur að þeir eru bara stælt í penningum. Í þessu, sko. Ég nefnilega hafði lesið, sko, einhvern tímann, þegar mokkinn lenti í fjárhagserfiðleikum 1923 eða eitthvað svoleiðis. Þá horfði ekki vel. Já. Ég man ekki hver var að reka þá. Sem að tengið Þýsavoddarprentsmiðjunni. Og þá hugsaði sá maður að þeir sem hafa sameiginlegan hag af því að halda mokkanum úti eru kaupinautar í Reykjavík. Þess að þeir verða að koma auglýsingum til sinna viðskiptvinna. Og það var nú bara þetta sem ég hugsaði á sínum tíma þegar að TF-feðgar voru að missa Fréttablaðið. Hverjir hafa sameiginlegan hagsmuni við okkur að halda Fréttablaðinu gangandi? Það eru kaupinautar í Reykjavík. Og það var það Húsasmiðjan og svo Baugur sem kom inn. Því að þeir þurftu á þessu að halda því að þeir gátu horft á þessu svo við getum látið 50 milljónir í það verkefni. Ef við gerum það ekki, þá mun mokkinn ná því af okkur bara á einu ári með hækkun og auglýsingar. Þetta var nú ekki flóknara þetta. Sko, það var bara sameiginlegir hagsmunir. Þegar ég hætti á mokkanum þá fór ég út í fjölmiðlaráðgjöf og stofnaði mitt eigin fyrirtæki og var mjög stór, hjálpaði Daihatsu-mönnum að verða til meðal annar. Einu sinni þá seldi einu auglýsing sem ég bjóð til í mokkan 536 bíla þriðja síðan í mokkan þá var umboðsmaður Daihatsu í Hollandi gjaldþrota og það var til einn hektari af Daihatsu Charmant bílum og þeir Jóhann Jóhannsson og Sigtryggur Helgason þá var með Jóhanni þeir keyptu þennan hektara af bílum og ég var þeirra PR-maður og ég bjóð til þessu auglýsingu. Ég mannaði ennþá að bíllinn kostaði 3.650.000 og það var bara 5 dálkur stríðsletur. Og þegar ég kom síðan setjum daginn þá átti ég leiðin í Ármúla og þá það umferðarteppa sem hefur orðið árekstur. Og svo komst ég nú í gegn, og þá segi ég að það eitthvað upp að koma fyrir utan Daihatsu-umboðið. Og það að ég parkera bílnum og labba þarna og labba fyrir utan húsið og upp alla þetta biðröð. Það var bara fólk og fólk var með sko peninga. Þannig að í skjóðum. Já, ég ekki að ljúga þig. Og þegar ég kem upp að þá þeir eru að afgreiða í 2 herbergjum. Að þá Jóhann í sínu herbyggi, ég var sko alveg gapandi, yfir þessu. Og hann eiginlega svona bara rauður í framan með sveittur á enninu og við hliðum á hann með svartur plastpoki, hann fullur af buntum af fjóðurkvöldum. Menn kom ég ætla að fá 2. Og einhver kom frá, einhver frá held ég Eyrarbakka, hann sagði ég ætla að fá 3. Og þetta bara, En ef við tala svona gullaldrar ár mokkans, að þá byggðist það svolítið á því að auglýsingamarkaðurinn, hann bara kveikir í fjölmiðlum. Ég meina, veldið verður bara miklu stærra. Og kannski, ég var að reyna að áætla þetta þegar ég var á Fréttablaðinu, svona hvernig tekið mokkanum væru, sko. Þá voru kannski áskriftartekjur kannski svona 28-29%. Hitt voru auglýsingatekjur. Og kannski helmingurinn af því sem af auglýsingunum voru sko atvinnuauglýsingar, fasteignaauglýsingar og svona rafauglýsingar. Og þegar þetta fer undir fjölmiðlana þá verða þeir náttúrulega rosalega öflugir, ekki bara hér heldur út allan heim. Núna hafa auglýsingaféð farið frá fjölmiðlunum. Þannig að ég sem að
það varla helmingurinn af því sem áður var, það verður náttúrulega hærri upp á, segjum auglýsingamarkaðurinn ætti að vera svona 25 milljarðar, hann er líklega ekki nema bara 12 eða eitthvað. Hitt fer í Facebook og svo vegna þess að fjölmiðlarnir eru ekki orðnir stórir að þá ertu að dreifa sjálfur einhvern veginn eða... En þú sér það sko, Mokkir er stór tekjuporti á Mokkar með 4 í mánuði á 50 dögum þegar þeir eru aðdreifing. Og hérna, það er gríðarlega mikið af auglýsingum, bara minnir á gamla daga, eins og Mokkirinn er ennþá. En nú veit ég ekki hvernig verðin eru. Ég man að þessi auglýsing sem seldi þessa 536 bíla. Hún var dýr. Hún var, ég meina, 3. síðan og hún var sko bókuð bara Baldvin Jónsson, öryggisstjóri Mokkars þarna. Við vorum sko bestu vinir. Þannig að ég hafði svona insight. Það því klíkunni. Já, að fá, ég var, þú veist, í hópi 10 stærstu auglýsni á Mokkarna. Þegar mitt fyrirtæki var upp á sitt besta sko. Þá er þetta þannig að þú ringt í Baldvin og sagt hérna ég ætla að fá síðu 3 15. desember að þá hann sagt að það er kannski hægt eftir 7 ár. Já. Þetta var þannig sko. Það var þannig, láfið að væri þannig. En ég bara fattaði, ég bara vissi það að það bara þyrfti að panta auglýsingar langt fram í tíma og ég bara lærði það strax. Sérstaklega í desember og kringu páska. Já, þá bara gerði maður það. En okkar hugmyndir, ég meina þegar þú ert að starfa þarna og þegar fólk sem er á þínum aldri og mínum aldri kannski, það er að ganga inn í svona fjölmiðlaumhverfi, þar sem að allt þetta fjármagn auglýsenda eru inn í fjölmiðlum. Nú er það farið út. Þannig að fjölmiðlarnir eru náttúrulega bara einhverja horrenglur. Þú ert að lýsa sko ritstjórnarfundunum upp á Mokka. Hvað heldur að sé helmingi færri eða heldur þessu 40% þeirra blaðamanna sem að voru þeirra kannski svona það leyti þegar þú hættir á Mokkanum sem eru þar í vinnu í dag? Við vorum náttúrulega sko þetta var ekkit og þau vorum ekkit opbáslega mörg sko ég man eftir því þegar ég byrjaði þarna 66 byrjaði 1. janúar 66 að svo fór ég út að nást í Ameríku 3 vetur sko en þú veist maður bara skynjaði hvernig allt vegna þess að jólabónusinn ég meina þú veist 71 eða 2 eða 3 eitthvað þá fengum við 2-föld mánaðarlaun í bónus ofan á desemberlaunum ég meina menn voru bara syndandi í peningum og Morgunblaðið var tekjurnar voru alveg ævintýralega og blaðið var náttúrulega ævintýralega gott. Já, það er kannski, hæðstu tekjurnar eru kannski svona 1990 eitthvað slíkt, eftir að þú ert farinn, þá heldur þetta áfram að vaxa. Já. Meina á 10. áratugum þá var Moggi svo ríkur að hann, sko veist, það var ekkert smára þessu útgáfa. Ég hætti 79 sko og svo var ég heilmikið að vinna 80 bara sem frílansari þeir vildi ekki sleppa mér hendinni. Ég var í því að búa til sérblöð og alls konar hluti sem að þú veist byggu til alveg sko molda penningu. Baldvin átti hugmyndina af þessu Akureyrarblöð, Keflavíkurblöð, Suðurnesin og þetta malaði allt saman gull. Má ég segja eina sögu af Baldvin? Já. Þannig að það voru margir bræður og hann var elstur. Svo komu þeir annað nokkrir og yngstur var Þormóður sem var æskuvinu minn. En ég var svolítið heima hjá honum. Við byggum þarna í Sólheimunum. Fyrir ofan var náttúrulæningafélagsbúðin. Byggum þar í hæði og upp í Risunni var svona úlingadrengurinn. Ég held að Konráð hafi búið þar og síðan fór Þormóður að gå upp seinna. Og pabbi þeirra var hafði verið í svona eitthvað búðir og svona var í svolítið business og svolítið reffilegur kall með svona alveg kolsvart hár afturgreitt. Svolítið svona virkaði mig þegar ég var svona 12 ára og svona bara eins og hann hefði getað somt sig vel í Soprano sko. Það var þannig. Og ég var einhvern veginn með Þormóði og horfið svona inn eftir stofunni. Þar situr pabbinn, föður fjölskyldunar, í svona hægindastól og hallar sér svolítið aftur. Og Baldvin er fyrir neðan hans að breiða úr opnum á Mogganum. Og hann er að sýna pabba sínum hugmyndina sem hann hafi verið með, sem er það að við erum alltaf að selja 2 dálka auglýsingar í 5 dálka formi. Þannig að ég er búin að minnka þér aðeins, þannig ég kem sko 3 röðum af 2 dálka auglýsingum í röð.
og hann var að sýna pappa sinu hvað hann var í sniður og pappa svona nikkaði svona kollu og þetta góð hugmynd sem þetta var náttúrulega, þetta var jógtekjur sko mokkast bara 20%. Bara einu nóttu. Ég man eftir það fyrsta skipti sem ég man svo eftir Baldvin. Hann var mjög hugmyndarík og hjálpa meðbyrjun var náttúrulega æðiskengin hérna, blaðið var svo gott, blaðið var svo öflugt og ég meina, ef við þurftum að fara út á landið að gera eitthvað, þá var bara hringt í Elíasir, sko bara á flugvélinn tilbúin og Villi flugmaður og bara flugum hvert á land sem þurfti. Það var aldrei einu svona spurt hvað það kostaði eða vantaði frétt. Að þá bara var farið. Nú voru allir fjölmiðlar á Horriminni og meðal annars við. Herðu, Ingur Hrafn, þau ætla að koma hérna sem að voru á N4, ætla að koma hérna eftir. Já. Viltu kannski sitta eftir og spjalla við þá? Veistu það, ég er eiginlega... Þú ætlar að fara upp í sveit? Ég eiginlega var hugsaði þetta í klukkutíma. Þannig ég er planaður... Já, og við erum bara búin að það, bara fínt. Já, erum við ekki búin að fara yfir það sem að... Ég held að við bara verið fínt spjallið, mjög gaman að fá þig. Heyrðu, vonandi hérna hafa alveg helstinn áheit og auglýsingar til. Já, þú veist hvað það er mikilvægt. Heldur að skipti máli fyrir hérna samfélagið að séu öflugir fjölmiðlar og hérna... Algjörlega, og ég meina aldrei meira en þú sér þess að þetta málþórsrugl sem er í gangi núna niðri Alþingi, þú veist, að skipti gríðarlegu máli að sé sagt frá því og það, þú veist, fólki finnst þetta karikatúr, þetta snýst núna þú 71. greinina, hvort að, þú veist, segir Kristján Frosta, heyrðu, hingað ekki lengra, eða námenn að semja. Mér finnst þú að stoppa þetta. Og þessi ótti við að nota þetta, heldur minni mig á maðurstöðu þegar Ólafur Ragnar, þegar hann beitti málskostrektunum. Bara leið og hann gerði það, þá var bara komið nýja reglur. Þannig að ég held að það verði bara gustug fyrir þjóðina að bara stökkva á þessu. Þjóðin vill að þetta verði gert. Já, bara gera það. Við hefum samþykkt hérna á sameiginlegu fundi INN og samstöðurinnar að það verði gert. Við ætlum að gera örstutt hlé, svo ætlum við að fara norður yfir heiðar og fræðast aðeins N4. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. leigjendasamtökin.is